Pennin húsgögn, Skeifunni 10. Komið sæl, það var mikill hitamunur svo við sjáum á þessu korti seinni partinn í dag klukkan 4 þá kólnaði snarlega hér nyrst á landinu á Norðausturlandi og Annesjum náða frysta meira segja á Raufarhöfn þar var hitinn kringum 5 gráður í morgun en annars var svona almennt séð milt á landinu og hitinn víða svona nálægt 10 gráðum eins og við sjáum hér og ja, einnig í Ásbyrgi þar voru svona 8 gráður. En það svona kalt heimskautaloft sem að náði til okkar aðeins. Þessi leið hér norður af Lófatin, hún svona náði að beina þessu til okkar aðeins. En hún að fjarlægast þannig að kalda lofti það kemur ekki nær, það á að yfirgefa okkur sem betur fer og við verðum áfram í mildu lofti. Tíðindalítið svo sem framan af núna en síðan svona seinni partinn og annað kvöld og koma ný skil upp á landi með vaxandi suðaustanátt og rigningu suðvestanlands en það lægð svona að myndast á Grænlandshafi vestanverðu og við sjáum að hitasviðinu þetta kalda heimskautaloft það fjarlægist og við erum í svona ljósbláum lit og þarlendi verður hiti svona svipaður á morgun og í dag en svona kaldara loft sem að nálgast hér úr vestri með lægðinni sem að myndast þarna á Grænlandshafi og svona í fyrramálið málur reikna með að veðri verði svona svipað áfram í kvöld og nótt og svona lítið sátt að væta af og til aðalega það vestan til á landinu en í fyrramálið já þá svona hæglæti suðlæg átt og milt og smá skúrir í þessu síðan svona þegar líður á daginn, það eru ekki mikla breytingar, verður svona bjartari almennt séð svona á norður- og austurlandi en sunnan og vestanlands og ætti nú eitthvað að sjást í sólar sum staðar en við sjáum hitinn, hann verður nokkuð hár, bara svona víðast hvar á landinu en það verður svo vaxandi suðaustanátt suðvestan til á landinu seinnipartinn á morgun og annað kvöld og það fer að rigna líklegast í strekking suðaustanátt suðvestan til á landinu en á fimmtudaginn verða skilin komið lengur inn á land og verður talsverð rigning víða sérstaklega á Suðausturlandi og svona þegar skilin fara hægt yfir og það lægir þegar þau fara yfir og vestan til verður nú frekar hægur vindur en svona á undan svona strekking suðaustanátt norðaustan til ætti nú hanga þurr að mestu og þar verður svona besta veðrið á fimmtudaginn og yfir 10 gráður líklegast en svona frekar skýjað samt sem áður og ef við skoðum svona stóru myndin aðeins að þá fer þetta fara skilin hjá og það ætti að stytta upp og létta til víða kannski austanlands en það lægð þarna vestan við landið sem að beinir til okkar svona suðlægum áttum og svona smá skúrum vestan til á landinu en á norður og austurlandi eru víðast hvar nokkuð eiginlega þurrt skulum við segja en það eru svona lægðarbóla hér skammt austan við landið og það gæti slæðst inn hér rigning á suðausturlandi hitatölur svona sæmilega svona aðeins niður við kannski svona svalra loft sem að kemur hér með skúrunum en svo sjáum við að þegar kemur fram á laugardaginn þá erum við komin í norðanátt og það snar kólnar hjá okkur bláar tölur víða hér norðan til svona dálítil snjókoma með köflum getum við sagt og svona slitta jafnvel hér austast og svo hérna á suðvesturhorninu en ætti nú ekki vera mikil úrkoma en víða hér léttskýjað á Suðurlandi og síðan ætti nú aftur að hlýna svona á sunnudag kannski mánudag en við sjáum að það hæð ríkjandi hér í austurhluta Evrópu víða bjart og fallegt veður ekkert mikið að gerast nema þá kannski önnur skil að koma inn yfir Portúgal með vaxandi sunnanátt og rigningu þar en annars svona víðast hvar ágætisveður á Spáni. Hér lægð sem hefur verið að ferðast til austurs og hér svona
svona í kjölfarið í norðanáttinni hér aftan við hana er kalt loft og gæti snjóað hér víða með Vesturríkjunum, en annars nú hlýtt og gott hér í suðausturhlutanum og síðan ágætis veður vestan til í álfunni. Látum þetta gott heita, verið sæl.